Ef þið eru klædd í föt, núna þegar þið horfið á þetta myndband, eru yfirgnæfandi líkur á að þið séuð í fötum sem eru búin til með því að vefa. Vefnaður er algengasta framleiðslu aðferð í heimi þegar fatnaður er annars vegar og í grunninn felst aðferðin í því að flétta saman þræði úr sitthvorri áttinni. Lárétt og lóðrétt. Hljómar einfalt ekki satt. Þetta er svo aðferð sem við notum þegar við leikum okkur með einfaldan veframma. Hvítuböndin í rammanum er þá það sem kallað er uppistaða, en þræðirnir sem við vefum inn á milli bandana eru kallaðir ívaf. Vefnaður er tækni sem er svo gömul að hún er eiginlega jafn gömul og sjálf siðmenningin. Það er engin leið að vita hvar eða hvenær þessi tækni var til fyrst. Heldur þróaðist hún sjálfstætt á mörgum stöðum í heiminum. Fólk í fornöld hefur sennilega lært vefnað á náttúrunni sjálfri, til dæmis með því að skoða fuglareiður eða kóngulóarvefi. Hjá frumstæðum menningarþjóðum voru það ekki bara föt sem voru ofin, heldur líka húsveggir, þök, rúmdýnur, teppi, körfur og margt fleira sem var búið til með því að vefa saman grasi eða greinum. Vefnaðurinn er sannarlega ein af undirstöðum siðmenningarinnar. Hann þótti svo merkilegt viðfangsefni í fornöld að flestar menningarþjóðir áttu sérstakan guð eða gyðju sem var verndari vefnaðarins. Hjá forn-Egyptum var það gyðjan Neit sem skapaði heiminn og stýrði því hvernig hann virkaði. Hjá forn-Grikkjum var það gyðjan Aþena sem var líka gyðjan visku og hernaðar. Í norrænni trú var það móðurgyðjan Frigg sem var líka tengd spádómum. Vefnaður var þannig settur á stall með ýmsum stórmerkilegum viðfangsefnum og gjarnan settur beint í samhengi við örlögin. Það hefur lengi þótt eðlilegt að túlka vefnaði sem áhrifaríkt tákn fyrir örlögin. Skapanornirnar þrjár, urður, verðandi og skuld, voru sagðar vefa sín örlagavef, þar sem hvert mannslíf var táknað með einum þræði og þegar lífið endaði, klipptu þær á þráðinn. Á víkingatímanum var venjan að vefa ullarefni og nota það í fatnað, ábreiður, tjöld og dúka. Til þess að vefa ullarefni þurfti að klippa ullin af kindunum, þvo hana, kemba og spinna í þráð. Þráðurinn var síðan ofin í efni sem var kallað vaðmál. Á miðöldum var vaðmál notað sem gjaldmiðill og þegar fólk keypti sér hluti voru þeir gjarnan verðlagðir í vaðmáli en ekki peningum eins og við þekkjum þá í dag. Verðlagið var miðað við alin vaðmáls en alin er lengdareining sem táknar lengdina frá olnboga að fingurgómum, sem sagt nokkurn veginn hálfur metri. Fleirtalan af alin er álnir. Álnir vaðmáls voru notaðar til að verðleggja allt mögulegt og þá þurfti hver alin að vera af tiltekinni breidd og uppfylla tiltekin gæðastaðal. Ein kýr kostaði venjulega 120 álnir. Það er að segja það bil 60 metra af opnum ullarstranga. Vaðmál er mikilvægur þáttur í sögu Íslands af ýmsum ástæðum. Vaðmál var meðal annars notað í segl á skipum og skipti þess vegna miklu máli fyrir fyrstu landnámsmennina því á 9. og 10. öld gat enginn látið sig dreyma að sigla til Íslands frá Bretlandseyjum eða Noregi án þess að vera með traust og vel saumað segl. Í norrænni goðafræði má sjá hvernig vaðmálið gat verið undirstaða fyrir villtar fantasíur. En sagan segir að guðinn Freyr hafa átt skip sem hét Skíðblaðnir. Þetta undraskip virkaði þannig að Freyr gat pakkað því saman og stungið inn á sig eins og hverjum öðrum vasaklút. Þegar hann tók Skíðblaðni fram og sjósetti hann, fékk skipið alltaf byr í seglin hvert sem það átt að fara. Vaðmál var ein helsta útflutningsvara Íslendinga á miðöldum. Vöruskipti voru ríkjandi raunveruleiki fyrir flesta Íslendinga alveg fram á 20. öld. Íslendingar fluttu út vaðmál til útlanda og fengu í staðinn alls konar aðrar vörur. Þannig má segja að sauðkindin hafi verið ein helsta efnahagslega auðlind Íslendinga í margar aldir. Á Íslandi og öðrum Norðurlöndum var efni ofið í gamla daga með græju sem var kölluð kljásteinavefstaður. Grindin var úr tré og í henni héngu þræðirnir sem mynduðu uppistöðuna. En neðst í uppistöðu þráðunum voru bundnir misstórir steinar með götum til að halda vefnum strekktum. Þessi tegund af vefstól var notað á Íslandi frá því á landnámsöld alveg fram á 19. öld, það er að segja næstum því 1000 ár. Kljásteinavefstaðurinn var merkilegt tæki sem gegnir stóru hlutverki í Íslandssögunni. En það var seinlegt og erfitt að vefa í honum.
Kljásteinarnir voru notaðir sem lóð og þess vegna var uppistaðan lóðrétt. Þetta þýðir að maður þarf að vinna standandi. Á 18. öld komu hins vegar til landsins ný og betri tæki, vefstólar þar sem uppistaðan var lárétt og skilin stigin með fótunum. Með þessum nýju vefstólum var vinnan við vefnaðinn bæði þægilegri og fljótlegri. Eftir aldamótin 1800 fór fólk í meira mæli að smíða sína eigin vefstóla. Sumir voru smíðaðir af vanefnum og þótti litlir og lélegir, en hjá efnaðra fólki voru til stórir og vandaðir vefstólar. Þótt vefnaðurinn hafi í Evrópu færst af heimilum fólks og yfir í sérhæfðar verksmiðjur á 18. og 19. öld var staðan óbreytt á Íslandi. Fólk óf sín klæði að mestu leyti sjálft heima hjá sér. En vefnaðurinn var ekki bara til þess að búa til föt, heldur voru líka myndir, mynstur og önnur listaverk ofin með þráðum. Á miðöldum voru í Evrópu ofin flennustór veggteppi sem gátu þakið heilu salina í stórum kastilum og kirkjum. Það var aðeins á færi kóngafólks, aðalsmanna eða biskupa að eignast svona listaverk. Á veggteppum miðalda er oft sögð saga. Þannig er það til dæmis á heimsendateppunum sem voru ofin á 14. öld og varðveitt í kastalanum í Angers í Frakklandi. Það er sagt frá endalokum heimsins eins og þeim er lýst í opinberunarbók Jóhannesar í Biblíunni. Uppalega voru þessi teppi 6 metra há og 140 metra löng alls. Svona ofin veggteppi voru eiginlega helsti vettvangum myndlistar í Evrópu alveg þangað til á 17. öld þegar málverki tók við sem helsti miðillinn. Vefnaður er klárlega eitthvað sem allir geta tileinkað sér. Já. Og það eru meira að segja til svona handvefstólar. Þannig að þeir sem að svona byrjendur í vefnaði þeir geta byrjað bara mjög smátt og þurfa ekki að vera með stóran vefstól. Og svo geta þeir svona fikra sér smá áfram. Í útskriftarverkinu mínu þá blanda ég saman tveimur hefðbundnum aðferðum en svo nota ég það á svolítið óhefðbundinn hátt. Þannig að ég nota sem sagt salúmvefnað sem er gamalt munstur sem var mikið notað á Íslandi hérna í svona áklæði og það er hægt að rekja það allt aftur til 1400 eða eitthvað. Og síðan íkat sem var notað til dæmis í hérna silkivefnað á Indlandi og dúka og trefla í Suður Ameríku og síðan vefumar og annarkvort þá með bara einhverju svona litlausu til þess að fá litin í gegnum uppistöðuna eða með litum og þá blanda maður saman. Svona meiri, það var auðvitað svona meiri hræringur og svona meira lífrænt og það var það sem ég var að vinna með því ég var að búa til jarðlög og þá er uppistaðan máluð áður en maður setur henni í stólinn. Já, sko ég notaði náttúruleg hráefni. Já. Þannig að ég var með bómull og hör og svo var ég með pappírsskap og aðeins smá nælon sem er svona einfaldur hérna monofilament þráður til þess að fá, þá get ég sýnt bara uppistöðuna, þá er svo uppistaðan hangi bara á engu. Akkurat. Á glærum þræði. Já. En ég notaði þessast náttúruleg hráefni til þess að geta lita þau í jarðarlitum. Akkurat. Og já, gert svona bara alveg að mínu og þannig að þau var í stíl við litin í uppistöðunni, þannig að þetta myndi tala saman í vefnu. Árið 1733 var fyrsta vefnaðarskyttan búin til. Maðurinn sem átti heiðurinn að þeirri uppfinningu var englendingur sem hét John Kay. Svona skyttur breyttu leiknum og gerðu vefnaðinn mun hraðvirkari en áður. Í stað þess að toga þráðinn með handafli gegnum uppistöðuvefuna var byrjað á því að vefa þráðinn upp á skyttuna og síðan var skyttunni skotið inn á milli þráðana. Með þessari nýju aðferð fór vefnaðurinn að ganga að minnstakosti helmingi hraðar. Og eftir miðja 18. öld hófst iðnbyltingin í Evrópu og þá urðu til nýjar aðferðir til að vefa efni, ekki með handafli, heldur með vélum sem gengu fyrir vatnsafli eða gufuafli. Með þessum nýju vélum var hægt að vefa miklu meira og hraðar enn í gömlu vefstólunum. Ein mesta breytingin varð með tilkomu Jacquard vefstólsins árið 1801. En hann var kenndur við franska uppfinningamannin Joseph Marie Jacquard. Þetta var vélknúinn vefstól sem gat ofið alls konar munstur en uppistöðu þráðinum var stjórnað með gataspjöldum til að ná fram rétta munstrinu. Með þessari aðferð var mögulegt að fjöldaframleiða flókin vefnaðarmunstur en slíkt hefði áður fyrr tekið óratíma og úteilt mikla sérþekkingu hjá vefaranum. Með iðnbyltingunni breyttist hlutverk vefarans
Grunntæknin í vefnaðinum var áfram svo sama. Í vefnaði hægt að ná fram ótal mismunandi munstrum. Á heimasíðu Textílmiðstöðvar Íslands hægt að finna margar mismunandi vefnaðategundir eða bindingar eins og þær eru kallaðar. Í íslensku handverki ullin mikið uppáhaldsefni, en í textíliðnaði á heimsvísu staðan önnur. Þar aðalefnið bómull og af öllum þeim fötum sem framleidd eru í fataverksmiðju heimsins talið að rúmlega 90% séu gerð úr bómull. Þótt vefnaður sé í langflestum tilvikum notaður til fatagerðar eru enn dæmi að vefnaður komi við sögu í húsgagnahönnun. Eitt þekktasta dæmi það hinn svokallaði óskabeinsstóll, einnig þekktur sem Ufsulonstóllinn, en það var danski hönnuðurinn Hans J. Wegner sem hannaði hann árið 1949. Sessan i hinnum klassiska Ufsulonstål handdofin úr pappírsþræði. En Y-stål går der cirka 120 meter. Okay. Vi måler det ikke. Vi ved ikke helt nøjagtigt, men rullen. Man får papirsgarn i en rulle, papirsflet i en rulle, og der 400 meter i en rulle. Så tæller vi baglands, når rullen tom, hvor meget har vi så flettet, og det cirka 3,5 stål. Så siger vi, så det 120 meter. Jamen et vævelsæd gør det specielt, at papir jo lavet af træ, kommer fra træ, og derfor det natur. Og så et papirsfletsæd bliver aldrig varmt. Det noget, det åndbart, man kan arbejde med det, og så kan det holde i rigtig, rigtig mange år. Det gør stolen let, fordi den ikke har det tunge polstersæde på, så man kan arbejde rigtig meget på det. Vi har eksempler på stole, som 50-60 år gamle med første fletsæde på. Så det gør det specielt.